Komið sæl. Signý Óskarsdóttir heiti ég og ég tala við ykkur frá Djúpavogi. Nánar tiltekið úr Löngubúð sem hýsir safn Ríkards Jónssonar myndhöggvara. Þið sjáu hérna sömu verkunum hans hérna fyrir aftan mig. Það er tilvalið að vera á þessum stað í dag. En hlutverk mitt er að kynna fyrir ykkur niðurstöður úr viðhorfakönnun eða sem sagt viðtalskönnun við safnafólk á Vesturlandi, þar sem við ræddum hugmyndir varðandi mögulega aukið samstarf safna á Vesturlandi. Könnunin var gerð 2019 og það verður gaman að sjá hér í dag hvernig þessar hugmyndir verða svo teknar lengra á málþinginu á eftir hádegi fyrir þau ykkar sem munu vera þar. En ég held að ég muni bara vinda mér í kynninguna og vonast til þess að sjá flest ykkar svo á málþinginu eftir hádegið. Verkefnið sem ég ætla að kynna fyrir ykkur er sem sagt viðtalskönnunin, heitir aukið samstarf safna á Vesturlandi og var gerð 2019 eins og ég sagði áðan. En verkefnið fólst í því að taka viðtöl við forstöðumenn safna á Vesturlandi. En einnig voru tekin viðtöl við safnverði og safnafólk og starfsfólk safna fyrirgefiði. Viðtalsramminn var nokkuð opinn en við lögðum upp með að biðja forstöðumenn að lýsa starfsemi sinnar einingar svona í stuttu máli, segja frá samstarfi við aðila í sveitarfélaginu og samstarfi við önnur söfn og menningarstofnanir á Vesturlandi. Og einnig voru þátttakendur beðnir að lýsa þeim tækifærum sem þeir sáu til að efla samstarf safna og menningarstofnana á Vesturlandi. Og einnig var rætt hvað þyrfti til svo að þessar hugmyndir fengju brautargengi og mögulegar hindranir. En það var ekki gerð tilraun til þess að greina fýsileikann á því samstarfi sem viðmælendur leggja til. Og eins og ég sagði áðan þá er þetta einungis viðhorfskönnun að ræða og hugmyndir þeirra sem starfa í söfnunum eru dregnar hérna fram og þær voru svo greindar út frá gögnunum í ákveðin þemu. Það er viðeigandi að gera aðeins grein fyrir því hvað felst í hugtakinu safn og hvernig unnið var með það hugtak í þessu verkefni. Og í annarri grein samþykkta Íslandsdeildar ICOM, International Council of Museum, þá er safn skilgreint sem varanleg stofnun, opin almenningi, sem ekki er rekin í hagnaðarskyni heldur í þágu þjóðfélags og framþróunar og hefur það hlutverk að safna efnislegum heimildum sem snerta manninn og umhverfi hans, standa vörð þær, rannsaka þær, miðla upplýsingum þær og hafa þær til sýnis, svo að þær megi nýtast til rannsókna, fræðslu og skemmtunar. Hugtakið safn er svo sérstaklega skilgreint í safnalögum og í lögunum segir að söfn séu varanlegar stofnanir sem starfa í þágu almennings og eru ekki rekin í hagnaðarskyni. Þau skulu vera opin almenningi. Og hlutverk þeirra er að tryggja menningar og náttúruarf Íslands, varpa ljósi á menningar, náttúru og listasögur landsins, styrkja safnkost og heimildasöfnun innan síns sérsviðs og gera safnakost sinn og heimildasöfn aðgengileg almenningi og fræðimönnum. Í starfi sínu skulu söfn hafa leiðarljósi að auka lífsgæði manna með því að efla skilning á þróun og stöðu menningar, lista, náttúru eða vísinda. Og þau söfn sem hér er fjallað falla öll að einhverju leyti undir þessar skilgreiningar, þó svo að ekki öll söfnin standi ein og sér undir öllum þeim þáttum sem skilgreina safn. En það er ljóst að samstarf safna gerir það að verkum að minni söfnin standa betur undir nafnbótinni. Það er því gengið út frá því, eða var gengið út frá því í þessu verkefni, að söfnin sem fjallað geti með einum eða öðrum hætti kallað sér safn í þessum skilningi. Tekin voru viðtöl í þessum ofangreindu sveitarfélögum á Vesturlandi og undir hverju sveitarfélagi má sjá heiti safna í eigu eða einhverju leyti í rekstri sveitarfélaganna.
Og í viðtölunum kom fram að mörg safnanna eru í töluverðu samstarfi innan sinna sveitarfélaga og er það samstarf bæði við ýmsar stofnanir eins og skóla, leikskóla, dvalarheimili, félagasamtök af ýmsu tagi sem og við setur, sýningar og listamenn sem ekki heyra beint undir rekstur sveitarfélaganna. Samstarf safna á Vesturlandi hefur bæði verið beint á milli safna sem og í gegnum samtök sveitarfélaga á Vesturlandi, meðal annars með liðstyrk menningarfulltrúa og eins hefur samstarfið á Snæfellsnesi verið mikið í gegnum svæðisgarðinn. Og hér sjáið þið nokkur grautlega mynd þar sem við reynum að draga upp tengingar á milli safna á Vesturlandi og eins og þið sjáið þá eru fjölmörg listasöfn og bókasöfn og náttúrugripasöfn, ljósmyndasöfn og héraðsskjalasöfn á Vesturlandi. Og að auki þá eru ákveðin byggðasöfn skilgreind sem viðurkennd söfn samkvæmt safnaráði. En það eru 4 söfn á Vesturlandi rekin af sveitarfélögunum sem teljast viðurkennd söfn í þessum skilningi og það eru byggðasafn Dalamanna, byggðasafn Snæfellinga og Hnappdæla, þess að norska húsið, byggðasafni í Görðum Akranesi og byggðasafn Borgarfjarðar eða safnahús. Landbúnaðarsafn Íslands er einnig viðurkennt safn en ekki í rekstri sveitarfélags. Í sumum sveitarfélögum þar sem ekki eru starfandi héraðsskjalasöfn sér Þjóðskjalasafn það verkefni. Sá háttur er einmitt hafður á hjá Snæfellsbæ, Stykkishólmsbæ, Grundarfjarðarbæ, Helgafellssveit og Eyja- og Miklaholtshreppi. Og hér var einungis, eins og áður kemur fram, rætt við safnafólk sem starfar í söfnum sem eru í eigu eða rekstri sveitarfélaga á Vesturlandi. En þess ber þó að geta að auk þeirra safna þá eru fjölmörg önnur söfn, setur og sýningar og samtök sem ekki heyra beint undir sveitarfélögin en eru í samstarfi eða tengjast safnamálum á Vesturlandi. Og þar má nefna svæðisgarðinn Snæfellsnes, Landbúnaðarsafnið á Hvanneyri, Snorrastofu, samtök sveitarfélaga á Vesturlandi og áfram mætti telja. Á myndinni sem við sjáum hér er gerð tilraun til þess að teikna upp það samstarf sem endurspeglast í rekstrarformi safnanna. Og ef þið finnið Stykkishólmsbæ þarna á myndinni þá er það ágætis dæmi hvernig tengingarnar eru. En Stykkishólmsbær rekur norska húsið sem kemur að umsjón Vatnasafns og Eldfjallasafnsins en hýsir líka byggðasafn þar sem sveitarfélögin Stykkishólmsbær, Helgafellssveit, Grundarfjarðarbær, Snæfellsbær og Eyja- og Miklaholtshreppur mynda samlag reksturinn. Þannig að þið sjáið að tengingarnar eru mjög sterkar og liggja víða. Flest söfnin á Vesturlandi, eins og áður kom fram, eru í miklu samstarfi bæði í sínum sveitarfélögum og á Vesturlandsvísu. Og við skulum skoða hérna þær hugmyndir sem safnafólk hafði aukið samstarf. Og þegar við vinnum með hugmyndundar sem fram komu í viðtölunum, þá gátum við auðveldlega settar fram í eftirfarandi 4 flokka. Það eru sem sagt markaðs- og kynningamál, samvinnu, sameiginleg verkefni og ný eða sameinuð söfn. Þannig að þegar eitthvað kom endurtekið upp þá fluttum það til í svona þema og gátum þá greint þessa 4 flokka út frá svörum viðmælenda. Nú við skulum byrja á því að skoða markaðs- og kynningarmálin. Þegar rætt var samstarfsmöguleika safna á Vesturlandi þá nefndu margir einmitt markaðs- og kynningamál sem tækifæri og talað var að hægt væri að útbúa sameiginlegt markaðsefni og auglýsingar fyrir söfnin og það var líka nefnt að hægt væri að gera sameiginlegan safnabækling sem lægi frammi á öllum stöðum. Sameiginlegt safnakort var hugmynd sem kom upp og gagnvirkur snertiskjár. Nokkrir viðmælendur nefndu veggspjöld sem voru unnin fyrir söfnin sem dæmi vel heppna samstarfssafna á Vesturlandi og töldum að meira mætti gera því á meðan aðrir orðuðu að veggspjöldin hefði ekki náð nógu langt sem kynningarefni. Námskeið í nýtingu samfélagsmiðla var líka tekið sem dæmi gott samstarf á Vesturlandi.
Flestir töluðu að nýta mætti samfélagsmiðlana meira og efla hæfni starfsmanna til að nýta þá betur í markaðs- og kynningarstarfi. Og í því samhengi var rætt að söfnin gætu miðlað og deilt efni og viðburðum hvert fyrir annað. Þá nefndi einn viðmælandi að gera mætti sameiginlegt aðgangskort og skipuleggja safnahring á Vesturlandi fyrir ferðamenn. Annar nefndi að það gæti verið gott að fá markaðsstofu Vesturlands til að heimsækja ferðaskrifstofur fyrir söfnin og sjá hvort hægt væri að láta þau passa inn í ferðir ferðahópa eða skipuleggja ferðir fyrir starfsfólk ferðaskrifstofa í söfnin sjálf. Ef við lítum aðeins á samvinnuna, þá var ýmiss konar samvinna rædd í tengslum við aukið samstarf safna og viðmælendum var tíðrætt þörfina fyrir að efla tengsl og samtal starfsmanna safna á Vesturlandi. Margir töluðu að það gæti verið mikill ávinningur í því að hittast og bera saman bækur og þá var sérstaklega minnst á að gott væri að hafa sameiginlega fræðslufundi, miðla upplýsingum styrki og sækja saman styrki og horfa þá jafnvel til sameiginlegs menningararfs á svæðinu. Þá var nefnt að aukin samvinna og samstarf við söfn, setur og sýningar sem ekki eru með stöðu viðurkenndra safna en starfa í landshlutanum væru af hinu góða. Sameiginleg innkaup safna á tækjum og hugbúnaði sem nýttist til dæmis ljósmyndasöfnum var líka ein af hugmyndunum sem kom upp. Í tengslum við hugmyndina aukna samvinnu var minnst á möguleikann á að vera með Facebook-síðu og hvort menningarfulltrúi Vesturlands gæti mögulega haldið utan hana. Eins kom tillaga að stofna samtök safna og sýninga á Vesturlandi. Safnaklassinn í Eyjafirði var nefndur sem dæmi til fyrirmyndar í samvinnu safna. Þá nefndu viðmælendur að samvinna í tengslum við nýsköpun væri líka áhugaverð og einn nefndi að það væri draumur ef hægt væri að setja upp nýsköpunarsetur sem tengdist skapandi greinum. Og varðandi sameiginleg verkefni, þá voru það nokkrir viðmælendur sem nefndu að þeir vildu sjá fleiri sýningar fara á milli staða og að gripir af öllu svæðinu væru sýndir. Það var talað málþing safna á Vesturlandi og sú hugmynd kom upp nokkuð oft og við erum hér í dag að koma aðeins til móts við þá hugmynd. Rætt var að á slíku þingi væri hægt að eiga samtal samstarf safna og standa sameiginlegri fræðslu, námskeiðum og heimsóknum sérfræðinga og enn og aftur þá erum við á þeirri vegferð hér í dag. Einn aðili taldi að ef slíkt þing ætti að vera gagnlegt þá þyrfti sveitarstjórnarfólk og fulltrúar í menningarnefndum að hafa aðkomu að einhverju leyti og tækifærið einmitt í dag. Það var rætt sameiginleg miðlunar- og rannsóknarverkefni, að það væri hægt að skipuleggja þau saman og þá kom líka fram hugmynd hvort að hægt var að fara í samstarf í gæðastarfi og eins var það nefnt að nauðsynlegt væri að beita sér markvisst í viðræðum við ríkið fjármögnun safna. Og viðmælendur töldu að vel væri hægt að sameinast tæki og hugbúnað fyrir söfnin, sérstaklega fyrir héraðsskjalasöfn og ljósmyndasöfn, fara í samstarfsverkefni í tengslum við varðveislu rafrænna skjala og eftirlit. Og þá nefndi einn viðmælandi hugmynd að starfsfólk safna gæti átt vinnuskipti, að það starfaði tímabundið í öðrum söfnum og fengi þannig reynslu og þekkingu sem nýttist í heimasafninu. Og svo var einnig hugmynd stofnun félags söfn og sýningar á Vesturlandi. Þannig að þá erum við komin í ný eða sameinuð söfn og hér var verið að tala að möguleikann á að vera með sameiginlegt héraðsskjalasafn sem hluta af lausn vegna aukinna krafna slík söfn með tilkomu nýrra reglugerðar og aukna áherslu á rafræna varðveislu. Og varðveislusetur var líka nefnt sem væri þó í sérhæfðu húsnæði þar sem væru viðurkenndar geymslur fyrir skjalasöfn, listasöfn og ásamt safnkosti byggða og minjasafna. Bent var á að vara taka safnið á Reykholti þyrfti nýtt húsnæði sem gæfi möguleika á samstarfi. Og það kom líka fram að það væri ekki endilega þörf fyrir sameiginlegt varðveislusafn, heldur þyrfti frekar meira pláss á stöðunum sjálfum inni í sveitarfélögunum, en viðmælandinn taldi samt hugmyndina ekki vitlausa.
Og einnig kom fram að það væri mögulega ekki ráðlegt að fara í sameiginlegt héraðsskjalasafn eða varðveislusetur þar sem söfn þurfi að vera nálægt íbúum, að íbúar væru á móti því að safnkostur færi úr héraði. Þannig að þið sjáið að undir þessum lið eða í þessu þema, þar sem var verið að ræða annaðhvort ný eða sameinuð söfn, að þá voru mjög skiptar skoðanir. En það eru þá þessar tvær hugmyndir sem voru sérstaklega nefndar. Það var sameiginlegt héraðsskjalasafn fyrir allt Vesturland og svo varðveislusetur. Við spurðum líka viðmælendur hvað þyrfti til að auka samstarf safna og hérna eru nokkrir svona punktar dregnir saman. Oft var fólk að telja fram sömu hugmyndir eða sem sagt sömu þarfir til þess að efla samstarfið og þið sjáu að þarna er verið að tala vilja sveitarstjórna að faglegri og uppbyggjandi starfsemi viðurkenndra safna í fjórðungnum og það þarf að koma einhvern veginn á stað umræðu rafrænu stjórnsýsluna á vettvangi sveitarstjórna og hérna hittast oftar, fara í heimsóknir á milli safna, fræðslufundirnir, þetta hefur allt komið fram áður. Við þurfum að sýna frumkvæði stendur þarna. Varðandi ljósmyndasafn þá þarf starfsmann og gera starfssamning. Það þarf líka að vera einhver gulrót fyrir þá sem eiga að vera að taka þátt í samstarfi. Það þarf að vera eitthvað virði í samstarfinu og að verkefni séu verðug að samstarf auðgi og auðveldi vinnu þeirra sem koma að samstarfinu og þarf að passa vel inn í mælanleg markmið. Helstu hindranir, þetta er svolítið tekið beint upp úr samtölunum, þá er talað skort á fjármagni og mannauði og það er svolítið tíðrætt og það var líka talað að það væri mikilvægt að sjálfstæði hverrar stofnunar haldist og það þarf að koma til að metnaði eiganda safna, að efla gæði safna en ekki draga úr kostnaði vegna reksturs. Þannig að þið sjáið að þarna er svolítið verið að vísa til fjármuna og hérna rekstrarskilyrða. Og svo náttúrulega getur verið hindrun þessi landfræðilega og mismunandi saga menning milli héraða. Aftur, samstarf kostar tíma og peninga sem eru mjög svo takmörkuð auðlind viðurkenndra safna, stendur hér. Skortur á vinnuafli á söfnum og meira en nægileg verkefni fyrir sem þarf að sinna. Og það getur verið erfitt að sameinast markmið og tilgang í auknu samstarfi. Helsta hindrun gæti líka verið lágur menntunarstuðull, fáir sem mennta sig í bókasafns- og upplýsingafræði, einfaldar starfslýsingar, einungis gert ráð fyrir störfum sem krefjast stúdentsprófs og ekki hægt að gera þá kröfurnar. Engar hindranir ef vilji er til og svo ólíkur veruleiki safnanna. Þannig að þetta var svona mennt sem hugsanlegar hindranir í auknu samstarfi. Þá er þessu erindi mínu lokið. Og ég vonast til þess að hitta flest ykkar á málþinginu á eftir og þakka fyrir mig í bili.